Þig sem í fjarlægð fjöllin bak við dvelur og fagrar vonir tengdir líf mitt við. Minn hugur þráir hjartað ákaft saknar, horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá. Heyriðu ei, þig hjartað kallar á, heyrir ei stón kveðju mína ber. Þú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymist meðan líf sé. Fjarlæg fjöllin bak við dvelur og fagrar vonir tengdir líf mitt við. Minn hugur þráir hjartað ákaft saknar, horfnum stundum ljúfum dvel ég hjá. Heyrirðu ei, þig hjartað kallar á, heyrir ei stón kveðju mína ber. Þú fagra minning eftir skildir eina sem aldrei gleymist meðan líf sé. Nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Biðjum. Láttu nú ljósið þitt lýsa í hjarta mitt, skína í sál og sinni, sjálfur vaktu þar inni. Kærleikans Guð, í dimmu sorgar varpar daufasta ljós mikilli birtu. Samhjálp ástvina, hlýleg orð, ljúfsárar minningar og sú trú að þú leiðir okkur eru ljós í lífið þess sem hefur mist. Veit birtu í sálir okkar allra og viltu blessa þessa stund sem helguð er minningu Hjörleifs Halldórssonar, minningu Hjölla. Við þökkum að þú hefur tekið við honum í þinn faðm nú þegar jarðvist hans er lokið og við biðjum að þín orð, sögð og sungin, megi líkna þeim sem syrgja og sakna þess sem þér er falinn. Í þínu nafni. Amen.
strönd. Ég er þreyttur og ég þrái svefnsins fróð. Kom draumanótt með fangið fullt af frið og ró. Ég er þreyttur og ég þrái svefnsins fróð. Kom draumanótt með fangið fullt af frið og ró. Syngdu mig inn í svefni ljúfi blær. Sorgmæddu hjartir hvíldin jafnan vær. Draumkið ljúfa, ljá mér vina hönd og leið mig þín töfraglæstu friðarlönd. Ég er þreyttur og ég þrái svefnsins fróð. Kom draumanótt með fangið fullt af frið og ró. Ég er þreyttur og ég þrái svefnsins fróð. Kom draumanótt með fangið fullt af frið og ró. Kæru vinir, þau ykkar sem gott eigi með vinsamlegast rísið á fætur og við heyrum heilagt guðspjall sem hljómar svo í Drottins nafni. Hjarta yðar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer þekkið þér. Tómas segir við hann, Drottinn, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Amen. Gjörðu svo vel og fáið ykkur sæti. Hver bær, hver þekja falli, kroppar þar grasi grænni tótt, gimbillum ljósa sumarnótt,
þar létt fífusum, folaldið sem í vor var alið, aldrei ber það óttustund. Ástina mína á vinafund. Grær yfir leiði, grær stein. Gröfin týnd og kirkjan brotin, grasrótin mjúka grænan hrein. Grær yfir huldu fólksins bein, grær yfir allt sem eitt sinn var. Ástin mín hvílir nú þar. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðis njóta. Þessi þekktustu huggunarorð Davíðs sálmanna eiga einstaklega vel við í dag. Því að inn í þessa mynd, sem dregin með svo örfáum orðum sálmaskáldsins, gengur Hjölli og á heimavelli, við vötn, í næði og umlukin náttúrunni. Náttúran með sínu víðerni og þögn var Hjörli við lífsnauðsyn. Hann var handgenginn hringrás lífsins, það var tungutak sem að hann skildi mæta vel, skýrt og tæpitungulaust. Enda minnast systkini Hjörleifs bróður síns sem náttúrubarns. Hann skrapp niður að á, í hylinn og sótti silung. Hann gekk á fjöll, fór í göngur, suma vetur renndi hann sér á skíðum eða skautum á ánni. Hann skaut rjúpur, veiddi mink og ref. Eins og Hjölli orti sjálfur, á fjöllum fastur enn, fjallasalnum gefinn. Það eru aðeins óðir menn sem elta fjallarefinn. Til áratuga var hann grenjaskytta Öxnadals og synti vel. Anna Lilja á kostulega minningu það. Hún og Bjögga frænka voru við brúna við ána þegar gamli sér minkaholu og mink sem stingur sér inn. Hann kallar á þær og kallar á Bjöggu, stattu þarna við holuna og syngdu svo minkurinn fari ekki fett. Ég ætla heim að sækja byssuna. Og hún þorði ekki annað og stóð þar og söng þar til Hjörleifur kom vopnaður tilbaka. Hjölli naut allra veiða. Tíma var hann með bát fyrir Hraunsvatn, svo átti hann trillur, askur var svo síðasta, hún var drifin upp í götu sólarinnar á hans hinstu dægrum, svo okkar maður gæti nú aðeins klappað henni. Og svo náttúrulega það Hjörleifur E.A. Hann svona stór og hann trónir á toppi hillunar heima í Norðurgötunni, sollu til ómældrar hamingju. Þrítugt flutti Hjörleifur sér byggingarefni upp á Hóladal, á sleðum og vetrum, ríðandi á sumrin.
Þar reisti hann sér athvarfið Refsstaði. Þetta svolítill kofi sem að stendur enn og hann með hurðum á báðum stöfnum svo það sé hægt að keyra vélsleðan inn. Og þarna te, kaffi, tafl og glæsileg mynd af Steina og Þverá. Og raunar fór svo fjölskyldan árið 2014 og fagnaði með Hjölla 40 ára afmæli slottsins. Þau vilja nú reyndar meina að okkar maður hafi verið með kofablæti. Það eru 2-3 kofar í garðinum í Norðurgötunni, 3 kofar vestur af Grund, þar af 2 dorgkofar og svo sá sem Hjörleifur notaði allra mest og dundaði þar 1, reykingakofinn. Hjölli var stoltur á hangikjötinu sínu, sem var það langtum besta sem að kunnugir fengu. Ein jólin reykt fyrir 42 fjölskyldur á Dalvík, skráði hann hjá sér í dagbókina, og 1798 lappir sviðnar. Og auðvitað þurfti hann tað til þess arna og Hjölli lét nú ekki smámuni eins og það að búa á Akureyri aftra sér í því að redda sér. Einhvern tímann kom Didda í Norðurgötuna, þá var hann búinn að dreifa taði allan garð. Hjölli, ertu að setja taðið undir snúrustaurinn hennar mömmu? Hún löngu hætt að hengja út þvott. Hann Hjölli gerði nefnilega alla hluti eftir sínu höfði. Hann vildi treysta á sjálfan sig, eins og þegar hann fór í heimsókn eitthvert, þá fór hann með tösku fulla af mat. Var að tína það til í heila viku. Fjölskyldan segir stundum að hann hafi bara einfaldlega ekki skilið fólk sem átti ekki sömu áhugamál og hann. Og í raun má segja að sýn þessa litríka manns hafi verið æði svarthvít. Og eitt stærsta áhugamál sitt eignaðist hann sem barn, þegar móðir hans kom færandi hendi með taflsett sem hann hafði gripið með sér. Þá Hjörleifur 10 ára gamall. Hann varð feikilega sterkur skákmaður og bera aragrúi verðlauna þess glöggu vitni. Halli Gulli og Didda urðu bæði skákmeistarar í Þelamerkurskóla og langt fram eftir synti Hjölli þessu hugðarefni af kappi, eins og glögglega má sjá hér á kistunni hans. Einhvern tímann var hann að taka þátt í móti. Hann gisti hjá Friðrik Hjómari fyrir sunnan. Hjölli tekur morgunlyfin sín. Skyndilega heyri Friðrik hann svoleiðis tvinna og þrinna saman blótsyrðin, en í því var hann afskaplega flinkur. Þá hafði hann aðeins tekið feil. Hann tók hinn kvöldskammtinn. Í kvöldskammtinu voru svefnlyf. Og Hjölli mætti bara mjög gruggugur til leiks. Og hann gjörtapaði hverja einustu skák. Árið sem Hjölli varð Norðurlandsmeistari í skák, þá kemur næsta lag út. Og það kom út sem sagt þá í flutningi Bítlana. Þetta lag sem að Hjölli fullyrti að væri besta lag allra tíma, lagið sem hann naut þess að dansa við og það var virkilega sjón að sjá. Þegar hann dansaði þá var það svolítið eins og annað, þó hann gerði það með öðrum, þá var þetta samt svolítið sóló. Einhvern tímann var hann í vélsmiðjunni, þá var sagt við Friðrik Ómar, það einhver maður að sparka í rassinn á konunum hérna. Og hann sagði, já, það ábyggilega pabbi. Að tjúta. Við erum komin með myndskreitinguna og nú hlustum við á rock'n'roll music. Just as me as it's some rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can lose it. Any old time, use it. It's gonna be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kicks against morning jazz, unless they try to bring it to them fast and change the beauty to the melody. Until it sounds just like a symphony. This mind go for that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can choose it. Any old time you use it. Gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna
me. I took my loved one home across the track. Shaking in my man's wailing sad. I must admit they had a rockin' band, but they were blowing like a hurricane. That's why I can't ignite the rock and roll music. Any old way you choose it, it got a backbeat, they can lose it. Any old time use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me. Afi er rosalegur. Það er vídeó þar sem Hjölli er 75 ára gamall að tvista og gerir 20 mönnum skömm til því að fótaburður Hjalla var 8. undur veraldar. Afi er rosalegur og afi var rosalegur. Sum afabörnin fylgdust staðfastlega með hreyfingum Hjalla ekki bara á dansgólfinu heldur líka á netinu. Því að statusarnir hans þar voru kapítúli út af fyrir sig. Flóðhestum fjölgar í Indónesíu, veljum íslenskt. Mögulega tengist þetta því að einkunnarorð Hjörleifs voru aldrei bumba og svo klappaði hann sér. Lundin er komin, nú léttist lund landans, veljum íslenskt. Brjóstahaldar að brenna. Hvar? Hvenær? Veljum íslenskt. Og til viðbótar var hann grjótharður hlustandi á útvarpssögu. Afi var rosalegur og afi var kostulegur. Hann var mótsagnakenndur maður sem að elskaði fólkið sitt, en hann sagði það aldrei með þeim orðum. Maður sem að naut samfélag sem vildi innveru, sem átti stóra fjölskyldu, en samt þekkjum við sum hver viðbrögðin voru þegar að Friðrik settist með pappa sínum og sagði: Pabbi, ég þarf að segja þér svolítið. Nú, ég er samkynhneigður. Og það er þögn. Hann horfir á son sinn og hann horfir svo á taflborðið og segir svo: Nú, þá er maður útdauður með það sama. Og svo skákaði hann á mátaði. Þessi sjálfstæði maður var fæddur á sjálfu lýðveldisárinu 1944 á Hamraendum í Stafholtstungum í Borgarfirði, 14. mars. Móðir hans var Svanhvít Jónsdóttir og Halldórsson var Hjölli, en hann var kjörsonur Halldórs Kristjánssonar. Og það má alveg fullyrða að sú staðreynd hafi litað persónu Hjörleifs og mögulega viðbrögð hans einnig. Eldri bróður á hann sammæðra sem er Sigfús Sigfússon, fæddur 1939. Annars er Hjörleifur elstur 10 alsystkina sem eru Helga Elín, Guðrún Ágústa, Kristín Jónína, Þorgerður Stefanía, þá óskýrð, Svanlaugur Halldór, Trausti Guðmundur, Óskar Friðrik og Sveinfríður Unnur. Þaraf eru látin óskýrð, Þorgerður og Guðrún, og nú í morgunsárið sameinuðust þeir bræður í sumarlandinu, þeir Hjörleifur og Svanlaugur, en hann kvaddi í morgun. Þegar Hjörleifur er 2 ára, þá flytja foreldrar hans að Steinstöðum í Öxnadal. Þetta eru sömu örlög og annar 2 ára drengur upplifði árið 1809, Jónas Hallgrímsson. Enda vildi Hjölli alltaf halda því á lofti að Jónas hefði búið mun lengur á Steinstöðum en á Hrauni og þar hefði gljúfrabúinn átt heima. Sjálfur var Hjölli hagmæltur og hann orti: Ættin mín er þrá og þver og 1000 gallar á henni. Það var alveg eftir mér að erfa þetta frá henni. Sannleiksgildi þess látum við liggja milli hluta, en við held ég getum hikstælega skrifað undir þrjósku Hjörleifs. Hún var töluverð. Systkini Hjöllar rifja það upp að á fjölmennu heimili á Steinstöðum hafi verið í mörgu að snúast inni sem úti. Hjölli bróðir vann gríðarlega mikið við búskapinn sumar sem vetur.
Hann var uppátækjasamur, stundum dálítið stríðinn, en umfram allt góður bróðir. Auðvitað reyndi hann að smita systkini sína af skák áhuganum. Hann lokkaði stundum með tyggjói til þess að tefla við sig. Og á réttarballi á Melum hófst samdráttur sem entist ævina út þegar stúlkan hinum með ána, Sólveig Gestsdóttir og Hjölli fundu hvort annað. Þetta árið 1976. Solla var í sveitinni með börnin sín frá fyrra sambandi sem eru Halldór Gunnlaugur, fæddur 66, Aðalbjörg Guðrún, fædd 67 og Anna Lilja, fædd 74. Afabörnin eru 9 og langafabörnin sömuleiðis 9 talsins. Yngstu leggirnir eiga stórbrotnar minningar afa. Það er ekið eftir Glerárgötu og svo er nauðhemlað, bíllinn rekinn í R og Hjölli stekkur út og gómar gosdós og brunar af stað. Því að krónur vaks ekki á trjánum, var viðkvæðið. Neða þá að fara með afa að veiða í Eyjafjarðará. Drengurinn taldi sig ágætan veiðimann en hann átti ekki roð í gamla. En sögurnar þennan dag voru hans raunverulegi afli. Og allir vörubílarnir sem Hjölli smíðaði handa þeim yngstu, því hann var afskaplega hagur. Þeir eru allir glæsilegir. Hann unni fjölskyldunni, á hverju ári hélt hann uppboð á allar handa dóti sem að Hjölli sankaði að sér og allur sá aur fór í að halda systkinamótið sem haldið er reglulega. Og það hljóp nú heldur betur á snærið hjá okkar manni þegar hann fór að vinna hjá Gámafélaginu. Og hann átti það til að húðskamma fólk fyrir að vera að henda hlutum. Og svo hljóp hann heim með það sem hann vildi bjarga. Og þá þurfti Solla að vera svolítið staðföst. En í þessari vinnu þá endurnýjaðist falleg vinátta hans og Heimis sem eitt sinn var í sveit á Steinstöðum. Og úr sveitinni eiga krakkarnir aðra grúa minninga. Í gamla skólahúsinu lærði Didda gömludansana, þar voru leikritinn og jólaballið auðvitað. Halli mann eftir að hafa farið á hljómsveitaræfingum með honum, Didda með honum göngur upp á Hóladal, það var brasað í heyskap og svo allar veiðiferðirnar sem að Anna og Friðrik eiga sennilega sterkustu minningarnar frá og þetta voru tjaldútilegur. Og seinna voru það svo ferðir saman upp á hálendið að Langjökli og víðar. Og margt sem hann brasaði þá hafði hann krakkana með. Þau höfðu gott af því að læra hvernig lífið virkaði. Og með honum fengu þau að gera ýmislegt sem aðrir hefðu ekki leyft. En sumtæði var nú svona alveg, já, eins og þegar hann fór með Önnu Lilju og Önnu Ó að sækja hesta sem þær áttu svo að ríða á heim. Nema Hjölla fór að leiðast, hann vindur sér út úr bílnum, setur stelpurnar inn í bíl og fer sjálfur ríðandi. Þið setjið bara húfu á hausinn á okkur og svo horfið þið fram. Þær voru í grunnskóla. 1981 fæðist Friðrik Ómar, litli brasari. Og í þeirri nafngift saminast áhugamál og ástríða Hjölla. Annars vegar Friðrik Ólafsson, stórmeistari í skák og hins vegar Ómar Ragnarsson, allsherjar skemmtikraftur. 1986 verður vending í dagbók Hjölla stendur, flyt frá Steinstöðum 4. nóvember 1986. Og þau flytja fljótlega til Dalvíkur, stofna til heimilis þar. Hjölli tók með sér út eftir sína bestu hesta, hann vildi ekki sleppa því. En svo fer hann að vinna á Shell við að afgreiða bensín. Það myndast röð einhver tíman og Hjölli kallar næsti og ungur maður stígur fram. Þá stekkur til fín frú sem virtist á hraðferð og segir, ja, ég er á undan honum. Og án þess að missa úr takt svara Hjölli, nú, ég held að vera undan pappaðinu. Þegar Friðrik Ómar er 10 ára, þá skilja foreldrar hans að skiptum tímabundið. Og það er svolítið rót af öllum. En Friðrik býr hjá pappa sínum. Fljótlega verður ljóst í hvað stefnir með músíkina og Hjölli veitir allan þann stuðning og rými sem þarf, því að þarna voru þeir hans í líkir feðgarnir. Friðrik leggur undir sig alla stofuna og meðan hann hamast á trommusettinu sat pabbi með peltor hlífar á hausnum og hann horfði á sjónvarpsfréttirnar með því að lesa af vörum Boga Ágústssonar.
Hann kannski sagði aldrei upphátt, ég elska þig. En hvað þetta annað? Við förum á rúntinn. Veiðina ég varla til, en vert þess að geta að hálfan aflan helst ég sel en hitt má amma éta. Í Fiat Uno Station fóru feðgastundum sölur út í sveitina með fisk sem Hjölli veiddi á Erninum. En að þessu sinni Friðrik Ómar 10 ára gamall, pabbi að veiða í Öxnadalsá. Hjölli nennir ekki að labba á milli svæða, svo hann segir drengnum að keyra bara í rólegheitum á milli. Á þjóðvegi 1, sem væri ekkert mál ef að Friðrik kynni að keyra og hefði aldur. Svo þetta bara eins og í bíómyndunum, eins og í botn, kúplingur sleppt, 10 cm áfram og bíllinn kafnar. Og svo bara endur tekið það. Svo hann kominn vel yfir á augan vegarhelming þegar það kemur stærðarinnar rúta úr gagnstæðri átt sem athuga málið og þá lét okkar maður sig hverfa af vettvangi. Og drengurinn fékk örnámskeið í spunaleik við að koma frá sér einhverjum útskýringum sem myndu ekki skila pappa í viðtal hjá lögreglunni. Seinna sama dag aka þeir heim og spólan með The Lonely Blue Boys föst í bílnum, hún glymur hátt og okkar maður tekur trommusóló á stýrið og klikkir út með barúbí-dúbí-dei-bú. Í almenna bréfi Jakobs segir, líði nokkrum illa ykkur á meðal, þá skuliði biðja. Liggi vel á einhverjum, þá syngi hann lofsöng. Í dag slíkur dagur. Við bæði syrgjum og syngjum. Missum ekki sjónar á hvorugum þættinum. Og núna syngjum við saman, lag þetta gerir mig óðan. Lag þetta gerir mig óðan, ég heyra vilda á ný. Því gömul minning svo nátengt því. Já, þetta ósköp einfalt lag og með léttum brag, allir geta sungið með. Já, viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð? Lag þetta gerir mig óðan, ég heyra vilda á ný. Því gömul minning svo nátengt því. Já, þetta ósköp einfalt lag og með léttum brag, allir geta sungið með. Viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð? Og mér finnst svo fín vísna drauma vín eða diggileggi lón. Eða kassa á dóti, með þokk á bóti eða Þorvaldur á sjó. Syngur hátt og ég syng lágt og allir syngja með í kór. En þegið eins og steinn þegar ég syng hey, ba-ding-ding-doo-be-doo. Lag þetta gerir mig óðan, ég heyra við það á ný. Og því gömul minning svo nátengt því. Og þetta ósköp einfalt lag og með léttum brag, allir geta sungið með. Viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð? Syngið með okkur svo hérna bakur. Lag þetta gerir mig óðan, ég heyra við það á ný. Því gömul minning svo nátengt því. Og þetta ósköp einfalt lag og með léttum brag, allir geta sungið með. Viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð? Viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð? Viltu spila þetta til að allir geti kætt sitt geð?
til að bæta allra geð. Því það er einmitt það sem að Hjölli gerði. Það er samnefnarinn sem ber hvað hæst þegar fólk minnist hans. Gleðigjafi. Því uppátæki hans og tilsvör voru alveg stórbrotin. Einfarinn og fjölskyldumaðurinn Hjörleifur Halldórsson var líka riggari og þar fylgjast nú eplið og eikin að. Frá unga aldri hafði hann knýjandi þörf fyrir að græja og gera í bland við annað. Ungur maður stóð hann í að boða fólk á íþróttaæfingar í Öxnadal. Það liggur mann eftir að það var fótbolti tvisvar í viku á Bletti fyrir neðan Steinstaði, fólk mætti á bílum og dráttarvélum til að sparka í bolta. Og svo auðvitað skákinn, þar sem hann æfði börn. Og hann náði alltaf góðum tengslum við unglinga og krakka og hann ræktaði sín tengsl, hann ræktaði líka vinskap við ótrúlega marga. Og hið annarlega jólabarn Hjölli, hann fekk alltaf 12 til 15 pakka bara alveg sér frá vinum. Og hljómsveitabröltið, hann var ekki gamall þegar hann fór að koma mönnum saman í band. Reyna að fá unga gaura frá Akureyri með sér og tíma voru þeir bræður, Svanur, Trausti og Hjölli saman. Hjölli söng, hann söng í Sennheiser Mike sem er sömu tegundar og Whitney Houston, Diane Warwick og nú Hjörleifur Halldórsson sungu í. Hann keypti græjur svo hægt væri að reka bandið, kerfi, mixer, magnara, út frá þessu fór svo Halli að tromma og þetta voru alveg 10 ár sem hann var að brasa þetta. Hjölli spilaði fyrsta þorrablóti Öxdælinga sem haldið var í Hlíðarbæ þegar var þar. Þetta allt skildi hann upp á 10, enda ræddi hann strax við Friðrik Ómar og hverjir eru svo með þér í hans verkefnum. Það blundaði alltaf í Hjölla að vera skemmtikraftur, enda dáðan Ómar Ragnars og líkamsburðirnir voru áþekkir. Á balli á Melum var kallað í lok dansleiks allir út að austan og þá hleypur Hjölli af stað og stingur sér á vegginn. Og það er svona 50 cm á kant lúga, hann hvarf út. Það sló þögn á alla, svo kom hann bara hringinn og labbaði náttúr. Hann byrjaði ungur með leikfélaginu í heimasveitinni og hann var sömuleiðis mjög virkur með leikfélagi Dalvíkur. Þar einmitt hittumst við í fyrsta sinn. Ég var að leikstýra honum. Og mín fyrsta upplifun af Hjölla var þegar hann kom og heilsaði mér með bómana í hendinu og sagði bara láta þið vita að þetta getur alltaf gerst. Gott að vita, sagði ég. Þetta er ógleymanlegt, rétt eins og það er þjóðþekktri söngkonu algjörlega ógleymanlegt þegar hún hitti hann í fyrsta sinn. Og Hjölli sagði, þú ert nú fallegri á plötuumslaginu. Og hann varst alveg geggjað þegar hann sá í húsi Friðriks Ómars, í Reykhúsinu, þar sem það var svið. Og hann var sömuleiðis alveg hoppandi þegar hann kom næst og sviðið var horfið. Þetta var algjörlega glórulaust. Enda hann rúllaði upp þegar hann steið svo á sviði sjálfri Eldborg með Friðriki og þarna fannst honum gaman. Einhver tíma eftir tónleika með syninum og Guðrúnu Gunnars þá sagði Hjölli við hana, maður sá sjálfan sig í anda þarna uppi. Og svo gekk hann með nafnspjöld og dreifði því að þarna sló hjartað. Og það var í rauninni mjög margt í hans lífi sem var eiginlega gjörningur. Eins og morgunrútínan, þegar Solla vaknaði við það að maður var byrjaður að hjóla í rúminu. Og eins og þið öll sem þekkið hann, þið þekkið líka sömuleiðis búningarna og hárkollurnar og allt þetta. Og það þurfti ekki mikið að gabba Hjölla til skemmtiatriða. Og það var fátt sem gladdi hann meira en þegar að fólk gerði einmitt slíkt hið sama fyrir hann, eins og á 70-afmælinu hans. Síðustu áramót voru stórfjölskyldunni mikilvæg. Þá hittust þau nánast öll, rúmlega 20 í Borgarnesi. Þau áttu dásamlegan tíma, þau voru glöð og meir saman og einhvern veginn þá tengdist Hjölli enn betur sínu fólki.
Og einfarinn, brasarinn og fjölskyldu skemmtikrafturinn Hjörleifur Halldórsson, hann gekk til sína síðustu dægra með alveg undraverðu æðruleysi. Hann vildi vera frammi, hann vildi vera að hlusta fólkið sitt og slá taktinn á brjóstið, finna hlýjuna, heyra ruglið og sannleikan. Og sú nærvera sagði svo skýrum stöfum: ég elska ykkur öll, þó svo að orðin hafi aldrei fundið sér leið. Í friðsæld og fullvissu sinnar trúar gekk Hjölli svo á fund síns skapara og hirðis. Og hann gerði þetta allt saman eins og allt annað, hann gerði þetta á sinn hátt. Veginn sem ég fer þekkið ég, sagði Kristur, þann veg fetar nú Hjölli. Þessi litríka persóna fer nú háa vegaleysu í Sumardal að kveða kvæðin sín. Og þar honum vel tekið á mót og ástvinir biðja honum fararblessunar. Þér fylgir góður hugur heim, til himins þakkir streyma, fyrir það sem varstu þeim sem þína minning geyma. Elsku vinir, í dag syrgjum við og syngjum. Við minnumst með gleði og það höfum við gert. En nú er tími til þess að við hægjum á okkur og erum bara til staðar og lefum fagnaðarlátunum að víkja. Því að nú kveðjum við. Guð blessi allar góðar minningar og Guð blessi minningu Hjörleifs Halldórssonar. Amen. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I beat up more than I could chew. But through it all, when there was down, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood it tall and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. And now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that
And may I say, not in a shy way, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And now the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my it was my Guð, umhyggju og líknar. Með þér gott að ganga á gleði og sólskinsdögum og svo leitum við ásjár þegar sorgin þjakar. Heyr bænir okkar, við biðjum blessun til handa hjölla sem við felum þér. Því trú á þig höfum við stigið yfir frá dauðanum til lífsins. Viltu styrkja þau sem hér kveðja ástvin, gæta þeirra og veit leiðsögn á komandi tímum, uns við söfnumst öll frammi fyrir þér. Í Jesú nafni, amen. Við biðjum saman bænina sem Kristur kendi, við biðjum saman upphátt eða í hljóði. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Það má svo sem vera að vonin ein hálfveikburðar sofni í dag, finnst vera eitthvað sem íþyngir mér, en svo erfitt í fjarlægð að sjá. Það gilda má hvort ég áleiðis fer, eða staldra hér öfnið og bíð, þótt tómir og tregir mitt heim út á veginn. Ég veit ég hef alla tíð verið vafin sem að vaka hjá, meðan manns hjörtun hrærast, þá huggun þar að fá. Þó að vitskert sé veröld, þá veginn
svo endalaus ótti við allt sem og allstaðar óvina sjá veðrin svo válind og víð áttan grimm ég vil flýja mig skelfingu frá í tíma og rúmi töfra ljóðin mín og tilbrigðin hljóma svo blíð líst ekki að ljúga mig langar að trúa að ég hafi alla tíð verið vafin englum sem að vaka hjá meðan manns hjörtun hræðast þá huggun þar að fá þó að vitskert sé veröld þá veginn geng ég beið því vafin englum aldrei því vafin englum aldrei Lofaður sé Guð og Faðir Drottins vors Jesú Krist sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krist frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa, þótt hann deyi. Af jörðu ertu komin, að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum Drottinn þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Kraftur
Kæru vinir, það eru nokkrar kveðjur. Ásdís Einarsdóttir, Einar Svanlaugsson, Halldór Svanlaugsson, Svandís Svanlaugsdóttir og Heiðrún Helga Svanlaugsdóttir og fjölskyldur þeirra senda innilegar samúðarkveðjur til Sólveigar og fjölskyldu. Þá er hér innilegar samúðarkveðjur frá Ragnheiði og Hlíf Hreinsdætrum á Sauðárkróki. Og elsku fjölskylda, hugur okkar er hjá ykkur öllum á þessari erfiðu stundu. Við eigum svo margar dásamlegar minningar Hjörleif sem við munum ætíð geyma og heiðra. Við sendum ykkur okkar dýpstu samúð og kærleika, Karen, Rakel Sól og Sóley Birta. Þá er hér líka innilegar og hlýjar samúðarkveðjur til Friðriks, Sollu og fjölskyldunar frá Ármanni Skæringssyni, eina sanna. Við félagar Hjörleifs í Skákfélagi Akureyrar minnumst hans með virðingu og þökk fyrir öll hans störf. Helga Möller biður fyrir innilega og hlýja kveðju til Sólveigar og Friðriks Ómars og fjölskyldu. Katrín Sif Árnadóttir kveður Hjölla með hlýju og þakkar óteljandi góðar samverustundir síðustu 38 árin. Og að lokum biðja hjúkrunarfræðingar og læknar heimahlynningar fyrir hlýjar kærleikskveðjur til fjölskyldu og vina Hjörleifs. Kæru vinir, nú fylgjum við Hjölla síðasta spölinn og förum upp í garð. En ekki fara kannski allir þangað og ég minni á að lokinni athöfn er öllum viðstöddum boðið að þiggja veitingar í Hlíðarbæ og ég veit að fjölskyldunni þætti vænt að sjá ykkur þar á eftir. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Guði séu þakkir færir okkur sigurinn fyrir Jesú Krist, Drottinn vorn. Amen.
frelsisins von. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Íslandi helgar þú krafta og starf. Íslenska þjóð, þér ætlað að geyma. Íslenska tungu, þín dýrasta arf. Ísland sé blessað aldanna raðir. Íslenska moldin lífið þér gaf. Ísland sé falið með eilífu faðir. Ísland sé frjálst meðan sól gillir haf. Ísland land þitt, því aldrei skal gleyma. Íslandi helgar þú krafta og starf. Íslenska þjóð, þér ætlað